Komiði sæl og velkomin í Spursmál. Föstudaginn 3. janúar. Gleðilegt nýtt ár. Árið 2024, allt að baki, saga þess skrifu til fulls, en nýja árið sem á óskrifað blað. Við vitum ekki hvað það ber í skauti sér, en við vitum þó að hér á þessum vettvangi Spursmála, ætlum við að ræða við nýja valdhafa landsins í gegnum árið og annað það fólk sem hefur áhrif á líf okkar með einum eða öðrum hætti landið þvert og endilangt. Við ætlum hér að veita valdhafunum sem fyrr það aðhald sem fjölmiðlum ber og við hlökkum til samfylgdarinnar við ykkur, áhorfendur góðir, á þeirri vegferð. Við fylgjumst líka með fréttum bæði að heiman og hér heima. Núna síðar í mánuðinum mun Donald Trump taka við embætti forseta Bandaríkjanna og því munu sennilega fylgja einhver tíðindi á veraldarsviðinu. En við höfum líka núna yfir hátíðarnar fengið tíðindi af hræðilegum hryðjuverkum í Svartfjallalandi nú síðast, í Þýskalandi og Bandaríkjunum. Þetta eru voðalegir atburðir þar sem almennir borgarar verða fyrir barðinu á misindismönnum. Það er vonandi að stjórnvöldum hér heima og annar staðar takist að koma í veg fyrir að svona lagað gerist. Það er óþolandi að almennir borgarar séu undir þessa sök seldir. Við ætlum að ræða hér ýmis mál í dag við góða gesti. Þau koma hingað til mig Jakob Birgisson sem er nýráðinn aðstoðarmaður dómsmálaráðherra. Hann er hvað þekktastu fyrir öflugt uppistand á síðustu árum og Marta María Winkel Jónasdóttir sem er fréttastjóri hér á Mogganum og stýrir Smartlandinu með harðri hendi. Þau ætla að fara yfir áramóta ávörp forsætisráðherrans og forsetans og sitthvað fleira sem að tengist nýliðnu ári og því sem framundan er. Síðar í þættinum ræði ég svo við Sigmund Davíð Gunnlaugsson sem að enn sem fyrr mun standa vaktina í stjórnarandstöðu í þinginu. Það verður fróðlegt að heyra hvað hann hefur að segja nýja stjórnarsáttmála og margt annað sem gengur á í pólitíkinni nú þegar. Og pólitíkin, það er ekki nein roggmolla þar þó að árið sé nýhafið. Kristrún Frostadóttir kynnti það í gamlársávarpi sínu að hún myndi efna til samtals við þjóðina hagræðingu í ríkisrekstri og það er nú svo sannlega gert. Í samráðsgátt er búið að kalla eftir tillögum frá almenningi það hvernig megi bæta rekstur ríkisins. Það er 1000 tillögur komna fram, allt og margar undir nafnleynd, þannig að við fáum ekki yfirsýn yfir það hvað fólk er að leggja til, en aðrar, þokkalega góðar, en flestar þeirra eru nú eiginlega hálfgalnar verði að segja. Mér er okkur að drepa hér niður í nokkrum þeirra sem að tengjast ríkisreksturinn bara yfir höfðu ekki neitt, en aðrar koma mjög á óvart. Einn leggur það til að sameina eigi lífeyrissjóði og fara með stækkunagler á sukkið sem að þar eigi sér stað. Annars telur að það eigi að flýta aðildarumsókn að ESB eins hratt og hægt er og skoða líka aðra möguleika myntbreytingu því að íslenska krónan sé að rústa flestum heimilum í landinu. Annar maður vill sameina sem flestar stofnanir en tiltekur ekki hverjar þær skuli vera. Og hér er einn sem að leggur það til að allir í stjórn Seðlabankans verði skipt út og hún rekin sem allra fyrst, svo sem situr þar núna. Þá er einn sem að leggur það til að kjararáð einhvers konar verði tekið upp sem samræmi tekjur allra opinberra starfsmanna og lækki laun opinberra starfsmanna almennt. Það er mjög sennilegt að starfshópur forsætisráðherrans sem samanstendur af opinberum starfsmönnum muni taka heilshugar undir þessa tillögu. Og einhver leggur það til líka að hætta að greiða eftirlaun endalaust til fyrrverandi ríkisstarfsmanna. Bestur er þó einn sem að opnaði sig hér miðjanótt og sagði: Ég starfaði hjá Vegagerðinni árið 2021 í vitadeild yfir sumarið. Ég hef aldrei séð eins mikla spillingu í lífi mínu. Hvernig farið er með almenna fé skelfilegt. Endalaust við að kaupa hluti sem var óþarfið að jafnvel nota þeir einu sinni og yfirmaður minn notaði ríkisbifreið til einkanotkunar og ofskrifaði dagpeninga til sín ásamt yfirvinnutímum. Það er ljóst að Kristrún Frostadóttir og hennar fólk hefur margt að iðja á nýju ári meðal annars að fara yfir ásakanir lögbrot af ýmsu tagi. Ég er ekki viss að þau hafi áttað sig á því hvers konar Pandórubóks þau voru að opna með þessari tillögu sinni. Nóg það að sinni. Fréttir vikunar eftir örskamma stund með Mörtu Maríu og Jakobi Birgissyni. Skoðaðu úrvalið frá mörgum að þekktustu vörumerkjum heims. Matthilda Kringlunni, Matthilda Smáralind og matthilda.is. Komið sæl að nýju. Þau eru hingað komin Jakob Birgisson, aðstoðarmaður dómsmálaráðherra og Marta María Winkel Jónasdóttir sem er fréttastjóri á Mogganum og ræður ríkjum á Smartlandinu. Fagra, er það ekki? Jú, passar. Aðal Smartlandið, eina Smartlandið. Eina Smartlandið. Þú varst að gefa hér út fylgiritt Morgunblaðsins í morgun. Skóla. Áhugavert viðtöl svona við fólk sem hafa verið að venda kvæði sínu í kross.
Já, það svo áhugavert að fólk lærir eitthvað eitt og svo kannski bara það í vinnunni sinni og vaknar svo bara upp og áttar sig bara því að því drepleiðist og þá svo frábært að fólk bara læri eitthvað nýtt og sé ekki að setja það fyrir sig að það hefði verið í 10 ára háskólanámi eða eitthvað. Það hérna líka viðtal við skurðlækni sem ákvað að verða leiðsögumaður og sagði upp á Landspítalanum vegna þess að það bara allt og leiðilegt að vera á þessari skurðstofu. Maður meira í rónni yfir því að skurðlæknir ákveða að verða leiðsögumaður heldur en leiðsögumaður myndi ákveða að gera skurðlæknir, það ekki rétt? Ég veit það ekki. Það? Ég veit ekki, en hér erum við með í sættinu mann sem var orðinn drepleiður á því sem hann var að gera sem uppistandari og ákvað þá að gerast aðstoðarmaður ráðherra. Já, það má segja það. Kom þetta ekki, já, ég leyfi mér að segja eins og þrum úr heiðskíru lofti þessi ráðning? Jú, það svo sem kannski ekkert að ég sé drepleiður á hinu, en kannski fínt að prófa eitthvað annað líka. Það má segja ég hafi svona skipt kúrs eins og fólkið með skólana og skurðlæknin. Ég svona skurðlæknir komin í dómsmálaráðuneytið. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir vinkona okkar og hún ræður þig til starfa við annan mann, lögfræðing frá Samkeppniseftirlitinu. Hvernig gerast kaupin á Eyrinni? Þetta bara eitthvað símtal sem að kemur svona eins og þurfum úr heiðskíru lofti eða er þetta eitthvað sem á sér aðdraganda? Já, þetta var á bílastæði. Nei, það í Skeifunni? Þetta var, nei, ég náttúrulega hef þekkt Þorbjörgu mjög lengi, síðan ég var kannski 20 eða eitthvað svoleiðis. Og við kynnumst, á einhvern furðulegan hátt eiginlega gegnum uppistand og einhverja lögfræðinga og eitthvað svona. Og þannig ég hef bara verið svo sem bara málkunnugur henni lengi, og átti alls konar svona samtöl við hana. En þetta svo sem, þú veist, ég svo sem gerði ekkert ráð fyrir þessu og síðan bara þróast þetta einhvern veginn svona. Ég veit ekki alveg hvernig, þetta svona, já, þetta svolítið skrítið, mér finnst það svo sem líka, en... Tók þér langan tíma að ákveða þig að söðla um? Nei, það tók mér nú ekki, Ég, kannski ef einhver annar hefði hringt, þá hefði ég kannski hugsað mig betur en Þorbjörg bara frábær stjórnmálamaður. Þannig að ég hugsaði, ef hún getur haft eitthvað gagn á mér, þá það bara heiður, Ertu ekki með þessu orðin hæstlaunaði uppistandari landsins? Jú, það má segja það. Ég tók nú eftir því að þú varst þarna aðalmaðurinn á kosningavöku Viðreisnar, en svo hafði ég líka verið að horfa á sjónvarp allra landsmanna á RÚV og þar var móðin að reyna að fá þig yfir á kosningavöku Samfylkingarinnar. Hvað var þetta tæft þarna? Já, það var kannski ekki þannig, það var svona kannski uppdiktað. Það nú þannig í kosningasjónvarpi ofta að menn eru búin að fá sér 1 eða 2. En já, það var ég einhvern veginn fór þarna inn á þessa Viðreisnar vöku og hafði nú hugsað mér að taka þarna smá hring, Sjálfstæðisflokkurinn var þarna á móti, Samfylkingin rétt hjá, VG að vísu líka, en ég hafði svo sem ekki hugsað mér að fara þangað, en síðan voru bara þvílíkar raðir allstaðar, Þannig að þetta var bara gott partí náttúrulega. Þetta var einhvers konar sigur, getum við sagt. Þannig að það var bara gaman, Góðu vinnuðinn Snorri Másson, hann fer á þing fyrir Miðflokkinn og maður velti fyrir sér, þú ferð ekki í framboð, en nú ert þú aðstoðarmaður ráðherra inn í veigamiklu ráðuneyti. Það má halda þig fram með rökum að þú sért áhrifameiri heldur en óbreyttur þingmaður, hvað sem í stjórnarandstöðu eða meirihlutana, því að þú ert það sem að valdið framkvæmt og það sem hlutið gerast og ákvarðanir teknar. Já, ég valdameiri en Snorri Másson. Það ekki það svo vilt að ég segi? Það Já, maður velti fyrir sig, þetta ekki bara miklu klókar heldur en að fara í prófkjör eða kosningabaráttu og láta flysja sig eins og lauk, mæta bara eftir kosningar og eins og Daði Már Kristófersson hefur gert? Ég það. Við Daði rottuðum okkur saman og hvernig getum við gert þetta á sem svona bestan máta? Fyrir ykkur persónulega? Já. Nei, það jú, það má örugglega segja það, með aðstoðarmenn. Þeir hafa örugglega mismikið vægi líka, eftir hver ráðherra og hvaða ráðuneyti og eitthvað svoleiðis, Það mun koma í ljós. Ég náttúrulega byrjaði í gær, í vinnunni, þannig að ég þori ekki alveg að úttala mig slíkt, Hvað það sem þú ætlar helst að leggja áherslu á í ráðuneytinu? Það útlendingamálin. Já. Nei, eins og ég segi, maður náttúrulega kemur hana inn og maður þar er þetta bara kynna starfsfólki og mætti þarna í gær og það var náttúrulega einhverjir starfsdagar í leikskólum og eitthvað svona eins og gerist, þannig að það voru ekki allir mættir, en
ég veit ekki hvað á seiði með Stefán Einar. Svona þetta bara. Maður á ekki verið að fá uppistandara í útsendingu. Nei. Sísta þetta fyrsta degi ársins. En sko ég get sagt það, ég var ótrúlega sko því að ég get alveg sagt það sko að ég náttúrulega hef áhuga á pólitík og öllu því. Þið megið ekki klippa þetta út sko. Og það eru bara miðar á tix.is vaxtaverkir, það eru loka sýningar núna 2. Þannig að þið tryggið ykkur endilega miða. Maðurinn í gengin og sett. Hvað er að gera þetta? Ég veit það ekki. En þannig ég spurði Marta María, hvað finnst þér þetta klókt hjá mér? Að bara gera þetta? Já, mér finnst það mjög klókt hjá mér. Ef hann hefði hringt til þig, hefði þú sagt já? Jú, klippa þetta. Ekki. En mér finnst það bara því ég hlakka svo mikið til ég að mæta í vinnunum á mótnana, sko, líka. En ég held að, sko, fólk eigi alltaf að segja já ef því býðst eitthvað sem er spennandi. Ég meina, ef það eru svona, þú veist, ef það er meira 50% líkur á að hugurinn stefni þangað, þá absolutt að segja já, sko. Nei, en hvar voru við þessu samtali, Stefán? Ég ætla að færa talið öðru. Ég get ekki rætt störfin í dómsmálaráðuneytinu frekar. Ég bara sé fyrir mig hvernig þetta að fara að þróast. Fyrir ekki að ljúka því einhvern veginn samt. Já. En nú dómsmálaráðuneytið með mörg áhugaverð málefni sem við könnum, til dæmis áfengislöggjöfina sem hefur verið mjög umdeild. Hvernig Nei, ég held að þessi áfengislög hafa náttúrulega verið til vandræða bara. Ég ætla að endurtaka. Já, ég kem með þessa spurningu og svo förum við yfir í annan mál. Já, sjálfsögðum. En nú eru mörg málefni sem að koma á borð dómsmálaráðuneytisins eins og áfengislöggjöfin og annað. Ég meina, verður þetta flókið fyrir ykkur að sigla milli Skers og Báru í þessu meirihlutasamstarfi með mál sem að maður veit að Viðreisn hallast að en kannski ekki Flokkur fólksins eða Samfylkingin svo mjög? Náttúrulega, eins og ég segi, sko, ég byrjaði í gær en ég held að svona sagan sýna okkur að þetta bara, þú veist, það er ekkert eitthvað skýr þing meirihluti fyrir neinu í þessum málum, sko, þannig að ég svo sem bara, ég á eftir að ræða það við ráðherra. Hefur þú verslað hjá Sandi til dæmis eða Smáríkinu? Ég reyndar, sko, verða viðurkenna það að ég hef ekki verslað við hann Sandi. Nei. Við hann Arnar, vin okkar. Og ekki í íbúðina og... Ég hef pantað eitthvað svona heim, ég man ekki hvað það heitir, líklega Smáríkið. Það fekk ég ískaldan bjór þarna bara á 20 mínútum eða eitthvað. Já, frábær þjónusta. Já, bara frábær. En þú veist, eins og ég segi, ég bara þori ekki að úttala mig það, sko. Nei, við þurfum að gefa þér aðeins meira sigur. En ég held að hvert einasta þing, þetta kemur alltaf á borð og það er alltaf eitthvað verið að skoða þetta og alltaf eitthvað verið að gera og einhvern veginn virðist alltaf vera mjög erfitt að komast að einhverju niðurstöðu. Þannig að það er eina sem ég get sagt núna, sko. En þú reynir að leiða þetta til lykta í þinginu? Já, og ég mun svo sannarlega reyna það, Stefán Einar. Já, við treystum því við Marta. Já, þið haldið mér við efnið. Já, og höldum með þér. Já, og þið munið kalla mig til reglulega, segja hvað standa áfengismáli núna. Já, kölluðu til fyrir hönd ráðherra. Já. Ekki það er gott að kalla Þorbjörgu Sigríði til og hún er yfirleitt til í tuskið að ræða hluti út frá ólífisvonum. Já, ég held að hún sé bara góð blanda af þjóðlegri íhaldssemi og alþjóðlegu frjálslyndi, sko. Já, þetta var nú einhver orðasúpa sem ég skildi ekki. En talandi... Ég er bara að reyna að segja eitthvað, Stefán, til að láta þetta hljóma vel, verður ekki að þessu. Til að ræða orðasúpur hins vegar, það voru 3-4 áramóta ávörp flutt þessar hátíðar. Mér langar til að setja kannski fókus á 2 þeirra. Það er frá forystumönnunum 2, Höllu Tómasdóttur sem var kjörinn forseti 1. júní síðastliðinn og svo Kristrún Frostadóttir. Marta, ég kalla þig nú eiginlega ekki síst til út af því að þú tókst klæðaburð forsetans nýja til umfjöllunar. Já. Þú svolítið verið að því að svona velta ráðamönnum upp úr klæðaburði sínum síðustu vikur og misseri. Já, það þarf að veita þessum mannskap aðhald. Já. Og það er augljóslega virka vegna þess að ég sé bara breytingu frá því að þessi svona var gefið í þessum fréttaflutningi
og sko, ég var nú ekki búin að kveikja á þessu áramóta ávarpi þegar að allar línur fóru að vera rauðglóandi frá mínum bergmálshelli, það sem að ég var að spurða því í hverju væri konan, væri þessi búningur frá Temu eða væri þetta alvöru íslensku búningur og hvað var hún að gera með þetta stokkabelti. Þannig ég ákvað að upplýsa lesendur þetta eru 20. aldar peysuföt sem hún í. Úr grænu flaugili? Og nei, þetta nú svart, þetta úr svona satínefni og kragi, slipsi saumað á búninginn og... Þetta eitthvað svona ofurklútur? Nei, þú veist, þetta kennd við. Já, samt ekki, sko, því þetta bara hluti af þessum 20. aldar búningi og sem samastendur á svona aðsninum jakka og ég segi jakka vegna þess að ég búin að fá fjölmörg skilabóð frá fólki sem segir bara, já, þetta ekkert jakki, þetta peysa, þetta peysuföt, en málið bara að ég hef aldrei vitað peysu sem saumuð saman úr satínefni. Það ekki peysa, það jakki. Og þessu krækt saman og í jakkan pils sem svo krækt í jakkan, þannig að það og svo ákveður hún að vera með stokkabelti sem vanalega ekki við þennan búning en hún ákveður að nota það og það má nota stokkabelti við 20. aldar peysuföt þó að þau séu yfirleitt höfð bara án stokkabeltis. Þannig að þetta svona óvanalegt en heimilt? Já. Þetta ekki lögbrot? Nei. Þetta má. Hún með svona slaufu eins og Alma Möller mikið með. Já, þetta sko... Það nú meira svona Stenström skyrtu slaufur. Já, en sko ég nefnilega fara að sauma með svona búning í janúar og þannig ég var nú stútir þetta mikið. Eftir þetta ávarp eða? Nei, ég var enda búin að ákveða áður og en þú veist, þessi búningur úr svona glansandi efni en flesti sem eru að sauma sér svona búning í dag eru bara með svona matta ull og þetta heilmikið vinna, þú veist, þetta rosa mikið handsumur og svona. En þetta mjög þjóðulegt, við getum tekið undir það, en það í anda Höllu Tómasdóttur? Hún hefur aldrei verið í svona búning þegar hún hefur verið í partíu með Richard Branson eða þotuliðinu í New York. Þetta þetta ekki einhver svona ný ásýnd sem að hún að teikna upp með þessu? Þetta þessi þjóðlega íhald sem ég bland við alþjóðlega frjálslyndið. Ég var að koma inn að hérna á það. Nei, þetta svo sem, mér brá pínu þegar ég sá það. Ég verð að segja það. En ég veit svo sem ekki hvað mér finnst það. Ég veit ekki að leysa húfa þegar ég sá hana birtast í þessari munduringu, sko. Þá ég bjóst ekki við því, sko. Hvað mér finnst ég bara veit það ekki. Ég var meira bara að hlusta á hvað hún var að segja. Mér finnst reyndar tekað fram, sko. Ég mjög ánægður með þetta aðhald sem þú ert að sýna eins og með stjórnmálafólki og svona með klæðaburðin. Þú veist, út af því að það náttúrulega ekki alveg í lagi hvernig sumir þarna að klæða sig. Þannig ég kannski fæ að heyri í þér líka. Já, það til dæmis, sko, já, að því það sem ég var nefnilega að velta fyrir mig, sko, munt þú breyta fatastíl þegar þú ert aðstoðarmaður? Já, þú veist, nú unnið, það öðruvísi að koma fram sem uppistandari eða vera að vinna í auglýsingabransanum eða eitthvað. Já, sko, kannski ekki hér, sko, eins og ég myndi kannski ekki láta sjá mig svona upp í ráðuneyti, sko, dómsmálaráðuneyti, þar sem bara, Það búið þú hann að bóla eins og mikið. Já, verð þú ekki með þetta. Skilurðu, að þú ert að taka í spaðan á ráðuneytisstjóra. Það eins gott að þú sért allavega sko, í jakkafutum og helst með bindi, skilur. Mér finnst það bara svona grundvallar atriði. En hér með Stefáni Einari, þá bara hann sagði verðins tuskulegur og þú getur. Já, bara... Verður svo gamall inn, hann sagði ekki láta mig líta illa út. En í sambandi við klæðaburð, ég meina nú eru píratarnir dottnir út af þingi. Þeir voru á sokkaleistunum og... Nú verður vonandi enginn á sokkunum. Nei, ekki. Maður hefur séð að Jóhann Páll, hann alltaf hann að ganga í jakkafutum með bindi og svona kannski standardinn á þinginu að hækka núna eftir kosningar. Snorri Másson nú alltaf klæddur eins og breskur lord. Já, einmitt. Hann náttúrulega í sérsumum jakkafutum. Já. Það bara... Já, einmitt. Sko, það lítur þann út allavega til að byrja með. Og ég held líka að þegar þú færð fleiri einstaklinga sem eru mjög snyrtilega klæddir, að þá einhvern veginn lyftur hinum svolítið upp. Sko, þeir fara lítið, ég get ekki látið sjá mig svona þegar allir eru, þú veist. Hérna sjáum við mynda ríkisstjórninni, þau eru öll glæsilega, það ekki? Og viðeigandi í klæðaburði? Algjörlega, sko. Marta var reynda með einhver athugsendur við einhver
einhverja skó. Já, bomsurnar, Ingu Sæland sjást ekki að undir borðinu. En það sást í myndatökunum fyrir utan. Já, og þar afhjúpaði hún sig. Já, sko... En þú fékkst fyrir ferðina, fyrir þessa gagnrýniðina, er það ekki? Það fólk var alveg brjálað. Og þú veist, það sem er eiginlega verst við þetta er svona eiginmaður minn og tengdamóður mín og eitthvað svona, þau tók þetta svo nærri sér. Að það væri verið að ráðast á mig fyrir að hafa verið vond við Ingu Sæland. Þú veist, það er enginn að vera vond við Ingu Sæland. Þú veist, ég er bara að vera góð við Ingu Sæland og það er bara vinsamleg tilmæli að þessi skóbúnaður henta ekki þarna, þú mætir ekki í ökklabómsum, þú ert að taka við ráðherraembætti, þú ert í spariskóm og það er alveg, ef þú ert sko slæmur í fótunum, þú veist, það getur alveg, þú veist, ef mann illt í fótunum þá mann illt allstaðar, en það er alveg hægt að vera í huggulegum spariskóm, flatbotna sem eru ekki svona bómsur. Það er til, sko. Það er til dæmis það er merki sem heitir Tamaris sem fæst í Hagkaup og í Steinari Voga sem er rosalega gott, þú veist, þeir eru svona mjúkir tanna, ég á svona skó sem ég nota. Er ekki búið þetta niður fyrir ráðherrann? Jú, ég er þetta er bara þarna, þannig að þú veist, hann er enga verra að taka mið af þessu og þú getur ekki verið í kjól sem nær niður á hnjám í 40 dans sokkabuxum og þessum bomsum sem ná upp á ökl. Þú skrifaðir engan pistil það til þess að Bjarkey Olsen mætti á sinn síðasta ríkisráðsfund í þessu stutta pilsi og... Skrifaði ég ekki? Skrifaðir pistil á það? Ég man það ekki. Ég er náttúrulega... Þú veist, hún var náttúrulega ekki í neina neðan, þannig að þú veist, þetta var svona meira svo belti. Ég mun hringja í ráðherra á eftir og segja, heyrðu, þeir eru búin á Þingvöllum, þá kemur með mér í Steinar Voga. Við ætlum að kaupa bomsur fyrir þig, flatbotna bomsur. Nei, við erum bara að kaupa svona skó fyrir þreytta konu sem líti ekki út fyrir að þú sért í þinni eigin kistulagningu. Það er ekki svoleiðis. Aðstofamæður ráðherra er greinilega ekkert mannlegt óviðkomandi. Nei. Það er bara að passa upp á sér ráðherra. Já. En þú veist, þetta bara skiptir máli, það skiptir til dæmis máli að sniðsumar sig á réttum stöðum og eitthvað svona og það sem hefur svo einkennandi fyrir síðustu ríkisstjórn er hvað fólk var í allt of þröngum jökkum. Og þú veist, það kemur alveg fyrir á bestu bæjum að eitthvað þrengir handleggi og svona og þá þarf jakkin að vera bara þá kaupa hann einu númer stærri og þá þarf bara frekar að taka þess úr honum, þrengja hann aðeins og stytta ermar. Já, og bara svona aðeins að snikka þetta til og það er ekki einhver brjála kostnaður sem felst í því. Er viðkvæmt mál að þú sért að taka fyrir flíkur ráðamann eins og Kristrúnar og nefna hvað toppurinn eða kjólinn kostar? Sko, það fer eftir við hvernig þú talar. Þú veist, ungu fólki finnst það bara sjálfsagt að því allir vilja bara vita hvað allt kostar, fólk er að kaupa sér eitthvað á netinu og eitthvað svona. En konur sem er konur í 70, þeim finnst það svo mikið dónaskapur. Og þarna er bara svona kynslóðbil, kynslóðmunur og þarna er, þú veist, eldri kynslóðir þú veist, við erum búið með þannig samfélagi að eldri kynslóðir, það mátti aldrei tala neitt, það var allt leyndarmál og allt var þaggað niður ef einhver í fjölskyldunni gerði eitthvað, var fullur á jólunum með eitthvað, að þá var bara sópandi teppi og svo var bara látið eins og ekkert hafi í skorist og þetta fólk sem er af þessari kynslóð, þessari svona þöggunarkynslóð, því finnst það vera svo mikið dónaskapur og ég virði það bara, þeim finnist það en við ætlum að gefa í frekar en hitt í umfjöllunum hvað hlutir kosta og hvað þeir koma. Ég tók eftir til þess að Kristrún var í einhverjum glæsilegum fötum og þú skrifaði það og þetta bara seldist upp. Þessar verslanir hljóta að vera ánægðar. Ótrúlega ánægðar, ég meina eins og Halla Tómasdóttir var í bleikum jakka frá þarna sem fékkst hjá Hrafnhildi og jakki bara seldist upp og hún hefur náttúrulega verið mjög, þú veist, það verður áhugavert fyrir ykkur sem hafi áhuga viðskiptum að skoða ársreikninga hjá fyrirtækjum eins og hjá Hrafnhildi og fleiri aðilum. Klútarnir seldust upp hjá þeim? Já, þú veist, ég meina auðvitað hefur þetta áhrif og ég er búin að fá svo miklu meira svona jákvæðum skilaboðum bara
þú veist, takk fyrir þessa umfyllun, þú veist, þetta spara mér svo mikið tíma þegar ég er að kópa eitthvað flott sem ég sé á öðru fólki. Þú veist, að því við erum öll, þannig við erum alltaf bara upp eftir hvort öðru. En þessi umræða hófsaldið á því þegar Björn Skúlason, eiginmaður forsetans, mætti á brúnum tiltölulega illa púsuðum skóm í Élysée-höll í París og menn áttu sér strax á því að þarna hafði eitthvað slys átt sér stað. Ertu nú dugleg við að líka reikna út hvaðan jakkafötin og bindin koma frá karlkyns ráðherrum? Sko við þurfum kannski aðeins að fara að herða okkur þar og þarna, en ég sá það að þetta hefur skilað árangri, þetta með brúnu skóna hans Björns, vegna þess að þegar fálkaorðan var veitt núna 1. janúar, að þá var hann í svörtum þvílíkt stífpússuðum skóm. Hann ætlaði ekki að láta hanga sig. Þannig að þetta er bara menntunarlegs eðlis og tölufræðslu. Og þú veist, eins og Inga Sæland, þú veist, ég veit ekki betur en að hún sé bara mjög þakklátt fyrir það að henni sé bent á svona hluti eins og bara ökklaskór passi ekki við hnésega kjóla. Ég meina, þú veist, þetta er út allt. Maður sér þetta sko í leikhúsinu, í kosningasjónvarpinu, þú veist, hjá Gísla Marteini, þú veist, alls það sem fólk kemur saman, að það er bara, að það er, sko, það er bara allt og mikið ökklaskó við hnésega kjóla og það bara gengur ekki. Þar liggur það fyrir. En ávörpin. Þetta byrjar nú ávarpi Kristrúnar, hún flytur sitt ávarp á Gamlárskvöld klukkan 8, flutti þetta í svona fallegri stofu í stjórnarráðinu með málverk Guðmundu Andrésdóttur í bakgrunni. Hvernig þótti ykkur henni mælast? Mér þótti þetta nokkuð gott hjá henni. Ég verð bara að segja það. Mér finnst þetta bara svona, þetta er náttúrulega svo skrítin tími að fá nýja ríkisstjórn. Þannig bara eitthvað svona milli jóla og nýjárs. Og þannig að, þú veist, þetta er hún bara svona eitthvað, það inn að vera forsætisráðherra allra og allt þetta er svona klassískt dæmi, sko, og mér fannst hún nú bara að gera það nokkuð vel, sko. Ég verð nú eiginlega bara að segja það. Sama sinnis, Marta? Já, mér finnst nú bara, mér finnst líka bara, það er alveg augljóst að Kristrún hefur fengið hjálp varðandi þarna val á fatnaði og öðru. Þú veist, það er þarna, allt þetta ytra byrði hefur orðið betra. Ég hringdi í hana. Hringdir í hana? Já. Með memóið. Nei, þetta er þetta, en svo flytur Halla sitt ávarp og ég reyndar velta þess fyrir mér að því að Guðni T.A. hreyfði þeirri hugmynd á liðnu ári að það var nú kannski eðlilegast að forsetinn myndi flytja ávarpið á 17. júní eins og nýársávarpið en ekki forsætisráðherrann. Þegar ég hlusta á þessu ávarp þá spyr maður sig hvað skilur þetta eftir? Hverjir horfa á þetta? Er þetta arfur liðins tíma? Er þetta tímaskekkja? Já, ég held sé bara mjög einmana fólk. Þetta er bara fólk sem er eitt heimi á sér. Sem er að horfa á þetta? Hún talaði nú einmitt einmanleikan. Þú veist, og einmanleiki er okkar svona stæðsta ógn. Þú veist, nútímafólks, vegna þess að, þú veist, það er bara allt í okkar, mjög margt í okkar samfélagi sem að það ýtir undir þá sem eru með góða félagsfærni, eru mælskir og einhvern veginn þráláta ljósið skína. Það er ekkert allir þannig. Þú veist, það er bara einhvern veginn og svo ýtir það líka undir þeirra sem eru ekki svona extrovertar, þú veist, introvertandi, svo fylgjast þeir með, já, fókusa þeir sem að fylgjast með við, já, eitthvað svona ægilega fínu einhverju lífi annars fólks í gegnum félagsmiðla, að það náttúrulega ýtir ennþá meira undir einmanaleika og svona vansæld. Það er merkilegt þess að hugsa að mesti einmanleikinn fyrirfinnst í fjölmennustu borgunum, þar sem að flesta fólkið er. En ávörpin, sko, ég horfi eiginlega aldrei á þetta. Ég horfði til dæmis núna, þetta var svona fyrsta ávarp Kristrúnar, svo nýtekin við og fyrsta ávarp Höllu, þannig ég horfði á þetta. Almennt horfi ég kannski á þetta svona 5 árum síðar á YouTube eða eitthvað, svona rampinn á þetta, þegar maður er svona eitthvað. Hefur lítið að gera. Hvað ertu að skoða á YouTube þegar þú rampar inn á gömul áramóta áður forsætis? Það er einhver kattamyndbönd og eitthvað og þá allt í einu poppar Ólafur Ragnar, hann kemur alltaf upp einhvern veginn, alltaf lætur hann sjá sig.
En þannig að mér finnst þetta tímaskekkja og ekki, mér finnst svo sem alltaf að hafa þetta, en þetta yfirleitt eins og þessi ávörp forseta hafa eiginlega alltaf verið mjög svipuð og það talað fullveldið og eitthvað svona. Það vísaði einhver ljóð og það talaði Ísland. Þetta svona ákveðin formúla. Þá nú fylgst náum með líka fyrsta ávarpi Friðriks konungs í Kaupmannahöfn að þessinni og það var þetta forvitnilegt að sjá að þessi maður af allt annarri kynslóð en móður hans skyldi haldið þess að hefða að lesa ávarpið af blöðum en ekki að notast við prompter eða skjá eins og okkar leiðtogar gera. Það er svona, leyfi mér að segja, krúttlegt að haldi slíka hefð. Já, ég kann bara ágætlega við það, sko. En það er spurning hversu gott sjónvarp það ef það er vel gert, þá er það gott. En það er náttúrulega svona oft gaman þegar þetta er svolítið svona flæðir vel og svona. Það myndi nú enginn borga sér nú uppistandi þér og þú læsir brandarinn upp á blöðum, eða það? Ég geri það. Nei, þess vegna er ég alltaf með prompterinn, sko. Það er eitthvað ljóður að ráði tónlistamanna í dag, þetta sem að fer eiginlega ekki orðið á tónleika eru svona þeir séu gónandi niður á sviði, sko, í stað þess að vera í augnsambandi og virku sambandi við áhorfendur. Það er eins og að menn nenni bara ekki að læra þess að örfá texta utan. Það er svolítið þannig, sko, maður sér þetta mikið, sko. Þú ferð á einhverja tónleika hörpu eða eitthvað og það er bara einhver rísa skjár þarna yfir öllu sviðinu í þeim, þeir eru alltaf starandi þarna niður. Og ef ekki þar, þá eru það góðan á skjá sem er fyrir neðan fyrstu svalir. Já, þannig er þetta ekki leti? Ég myndi segja það. Er þetta ekki ljóður að ráði listrænnar sköpunar á Íslandi? Ég meina, ég hef ekki þurft að nota svona. Þú getur alveg verið með einhverja punkta hjá þér eða eitthvað, skildi gleyma einhverju eða bara alveg fara í einhvert hláturskast eins og þú áðan. Það er fínt að vera með punkta, ég meina, þú myndir ekki sleppa punktunum, en þú ert ekki bara, þú lest ekki allt Það er ekki rígbundin við skjáin. Nei, það er ekki gott. En það sem ég er svo athyglisverðast þegar svona þekktir tónlistamenn sem eru búin að syngja sömu lögin, ég veit ekki hvað oft, en þeir þurfa að líta á skjá. Ég bara kunni alvörin ekki textan eftir að sungi þetta látlaust í 50 ár. Einhvern veginn held ég að menn kunni oft textan, en að því að textan er þarna, að þá þorir menn ekki að sleppa hana. Þetta er einhvern veginn öryggistæki sem snýst upp í andhverfu sína. Já, en sko, síðan var ávarp Höllu þarna. Mér finnst það nú samt svona, þú veist, þetta bara höfðar ekki alveg til mín, kannski, getur orðað. En það var fínt, sko, sem var ávarp útvarpsstjóra. Meinlaust. Það er nú einhver furðu athöfn sem að enginn skilur. Já, einmitt, sko. Hann tók eiginlega allan sinn tíma og talaði um Magnús Eiríksson, sko. Var aðalega bara að lesa upp eitthvað ljóð eftir hann, sko. Já. Sem var bara ágætt. Hann gerir ekki óskunda með hann. Nei. Talandi óskunda, nú ert þú augljóst þegar við förum í nýja árið. Það eru mikla breytingar í farvatninu á þér með þessu nýja starfi. Aðstofamaður dómsmálaráðherra, getur hann gripið eitt og eitt uppistand og verið með svívirðingar í allar áttir svona á sama tíma og hann gegnir þessum verkefni? Já, ég var nú að spyrja ykkur út í það og mér skilst það alveg, sko. Ég geti það alveg ef mér sýnist sem svo, sko. Það er allavega ekki eitthvað svona hagsmunaskráning eða eitthvað svona, þú veist, þetta er ekki eitthvað regluverk sem bannar það, en ég held bara að ég hafi ekki mikinn tíma í það, sko. En er ekki eitthvað framöndan hjá þér í því þó? Jó, ég er með 2 sýningar núna sem eru í janúar, þannig ég ætla nú bara að klára þær. Já. Þarftu að endurskrifa einhverja brandara eða? Já, þetta verður mjög meinlaust núna. Núna verður mennskan í fyrirrúmi. En ég meina, þú klárar þá þessar 2 sýningar og einhendið svo í að fara að skipa hæstaréttardómara og rýmka áfengislöggjöfina og allt þetta sem við höfum rætt. Nei, en þú veist, það er þannig. Ég held að í sjálfu sér get ég bara megi alveg gera hvað sem er, þú veist, svo lengi sem að ráðherra bara sætti sig við það, en þú veist, ég held að þetta sé nú tiltölulega svona mikið starf, sko, að vera aðstofamaður. Ég held að allir minn tími muni fara í það og já, nú fjölskyldu og svona. Ég held að það væri ekkert mikil svona sátt með það ef ég væri að skemmta allar helgar líka og Jú, ofanlegt. Já, þannig að mér er bara ágætt að fá smá hvíld frá því. Já. Og síðan byrja mann að leiðast að vera, þú veist, ég er að gera þetta sem ég var 20, þú veist, í 6 ár. Og þú veist, að vera alltaf á einhverjum skjám út allt og einhverjum auglýsingum og eitthvað. Þetta er svona þreytandi til lengdar, sko. Og þannig að þú kemur eldspúðandi aftur eftir 4 ár? Já, einmitt. Þá 4, við erum með 10 ára plan. Já, það er að segja samfélkingin með 10 ára plan. Þetta verður sko Jakob Fertugur eða eitthvað svoleiðis.
ég hugsa eins og Kínverjinn, sko. Ég er alveg búinn að teikna þetta upp hvernig þetta verður, en já, þú veist, og ég er ekkert að stressa mig á því, ég meina, ég mun örugglega aldrei hætt að vera uppistandari, sko, ég mun alltaf grípa í það, svona inn á milli, sama hvort ég verði skurðlæknir eða leiðsögumaður eða bara aðstofamaður, einhver tíman, skilurðu? Eða hvort þú ferð í rafvirkjun? Já, eða það. Marta María, ég veit að það er mikið umleikis á þínu vettvangi, þú sérð öll þessi glæsilegu sérblöð yfir árið, heldur út í Smartlandinu, ert með aðhaldið með ráðumönnum það hvernig eru klæddir, margt sem er á döfinni hjá þér, annað en svona þetta hefðbundna í útgáfustarfinu? Bara að reyna bara halda þessu öllu gangandi, það er bara ekki fyrir kulnun, það er bara markmiðið. Og sauma þjóðbúning? Já, sauma þjóðbúning, lyftalóðum og bara, þú veist, setja í þvottavél og bara þetta helsta. Endar þetta ekki með því að þið Páll farið þá í þjóðdansafélagið líka þegar þú komið með búninginn? Heyrðu, ég var nú að segja við vorum að keyra úr jólaboði í Árbænum hjá foreldrum mínum jólin og ég segi eitthvað svona, sérðu hérna net til, þannig er ég að fara að sauma búninginn. Hann bara, já, ég held að það verið í Mjóddinni. Ég held að vera að fara að sauma í Mjóddinni. Ég segi, nei, þjóðdansafélagið er í Mjóddinni. Hann bara, já. Þannig að þú ert búin að sauma búninginn, ertu þá að fara að dansa í honum í Mjóddinni og ég hló svo mikið að ég keyrði næstum bara í skafl. Þannig að þú veist, ég veit ekkert hvað þetta ár ber í skauti sér. Það getur vel verið að ég verð bara eitthvað að dansa í búningnum mínum í Mjóddinni, alveg allsæl. Ég held að þetta hafi verið dulbúin beiðni af hans hálfu að þú myndir beina sjónuðinum að dansa í Mjóddinni. Já, alveg örugglega, sko. Er það ekki? Jú. Gaman að sjá okkur bæði tvö. Ég áttur að kalla ykkur aftur hingað á þennan vettvang áður en árið er úti. Við hefum 362 daga inni. Jakob Birgisson gangið vel á nýjum vettvangi og Marta María í þínum störfum. Takk. Hér eftir örskamma stund Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem að einhendi sér í stjórnarandsstöðuna sem fyrr og ég ætla að ræða við hér nýjan stjórnarsáttmála og yfirmann Jakobs Birgissonar og fleira góðgæti hér eftir örfáar sekúndur. I can feel you in the stars there. I can see your face. Though you're far away, me and you. I have to say. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið þið sæl á ný. Hingað er komin enn á ný, en í fyrsta sinn á þessu ári. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Velkomin. Takk fyrir. Gleðilegt nýtt ár. Sömuleiðis, gleðilegt ár. Þú mætti þáttu til mín í fyrra að gefnu tilefni út af kosningunum. Þú leiðir þinn flokk til ágæts kosningasigurs en þú ert áfram í stjórnarandstöðu sem að þú hefur verið frá 2017. Er þetta ekki vonbrigði? Auðvitað vill mann alltaf frekar verið í stjórn en stjórnarandstöðu. En ég kann ágætlega við mig í vörninni líka. Og ég kem ekkert kaldur inn í þetta. Ég er búinn að hita upp núna í nokkur ár fyrir þessa stjórnarandstöðu sem ég held að verði mjög mikilvæg. Að halda þessari stjórn við efnið. Ein kerfistjórn er að taka við af annarri. Og við kannski betur í stakk búnir til þess að veita það allt en aðrir. Þið auðvitað fjórfaldi þingflokkin, þið Bergþór Ólason voru þetta tveir á galleiðunni í þessi ár og stóðu ykkur, nú held ég að marga mati vel í því með það hvað hópurinn var smár. En maður velti fyrir sér þessi stjórnarmyndun, hún tók tiltölulega skamman tíma hjá Kristrúnu, Þorgerði og Ingu. Sáu þið aldrei til landsins og var aldrei neitt möguleiki fyrir ykkur til að stinga ykkur inn í þetta eða að skapa ykkur einhverja stöðu til viðræðna? Það held ég ekki. Flokkarnir voru, held ég, meðvitaðir að það væri hægt að kanna aðra kosti en ég held að þetta hafi nú bara verið frágengið fyrir kosningar að Samfylking og Viðreisn færu saman og ég myndi halda að það hafi bara verið frágengið við Framsóknarflokkinn. Í öllu falli gátu þær gefið sér að hann kæmi með fyrir lítið en svo bara var hann ekki í stöðu til þess og þá voru góðar á dýr og þá er leitað til flokks fólksins og Ingu.
Er það að þínu mati, bara gefinu reynslu af samstarfið þessar flokka, var það þrautalending? Maður heyrir pískrað það að menn telji þetta veikasta hlekkin í stjórnarsamstarfinu, þá jafnvel svona einhverjar orðsendingar úr herbúðum flokkana mannvalið inn í ríkisstjórnuna og annað. Já, það má alveg kalla þetta þrautalendingu. Ég held bara þegar við álykta sem svo réttilega að Flokkur fólksins væri frekar til í að gefa eftir kosningaloforðinu sín en við. Já, af hverju áttu að draga þá ályktun? Inga Sæland mætti hér til mín og á fleiri staði og ég vil meina hún hafi verið afdráttarlausari heldur en þú í sínum yfirlýsingum. Já, hún var það fyrir kosningar. En ég held að þeir svona þekki til hennar að nægu leyti til þess að vita að það sem hún segir, það sveiflast nú töluvert svona á milli daga, það var ekki milli missera. Þannig að þær hafa talið að hún myndi þrá það að verða ráðherra, sem var greinilega rétt metið í þeim. Og þær þráðu líka að verða ráðherrar. Allir þessi flokkar þráðu að komast í ríkisstjórn. Og stjórnarsáttmálinn, eða hvað þetta nú kallaði, stefnu yfirlýsingin, ber þess mjög merki að þetta hafi bara átt að klárast, það hefði þurft að komast til valda og svo myndi mann finna út úr þessu í framhaldinu. Það margt þarna sem eru bara yfirlýsingar að einhver mál skuli leyst í framtíðinni. Og þær sögðu það svo sem í viðtölum líka, að finna einhverja nefndir og hópa og skoða þetta næstu misserin og komast að niðurstöðu. Og margt í rauninni kostulegt eins og svo stefna að hafa sanngjörn veiðigjöld. Ég held að engin ríkisstjórn leggi til ósanngjörn veiðigjöld að þín mati, en svo eins og í byrjunni. Þú ert nú með þetta hérna. Þá er það boðað að það eigi að ná aukinni velsæld með samstöðu. Já. Er það ekki fyrsta skrefið? Jú, en samstöðu hvað? Það vantar allar útfærslur. Þetta bara svona einhverjir frasar og yfirlýsingar og margt góð markmið. Ég er ekki að setja út á markmiðin sem slík, allavega ekki öll þeirra, ekki mörg. En það var bara eftir að leysa það, hvernig við náðum þessum markmiðum. Og þegar að flokkarnir eru með eins ólíka nálgun og þeir þó eru, kannski síst svona Samfylkingin og Viðreisn, en annars vegar þeir og svo Flokkur fólksins. Þá getur þetta alveg skrautlegt þegar kemur að aðferðunum og menn eru krafðir svara kosningaloforðin sviknu. Áður við förum kannski nánar út í þessa stefnu sem að þau hafa mótað og kynnt, þá langar mig til að spyrja aðeins nánar út í stjórnarmyndunar viðræðurnar. Þetta gekk mjög hratt. Þú myndaði stjórn 2013 þar sem þú varst ekki með stærsta flokkin, heldur þann næststærsta. Margir töldu út frá niðurstöðu kosninganna að Þorgerður Katrín hefði Pálmann í höndunum, að hún yrði einfaldlega forsætisráðherra ef hún vildi það, en það virðist aldrei hafa verið neinn ágreiningur það í stjórninni hvernig þessu skyldi skipt. Nei. Ég held að hún hefði getað farið fram á forsætisráðuneytið, ef ekki í þessu samstarfi þá kannski öðru. En sé bara sátt við að fara í utanríkismálin, hún hefur mikinn áhuga á þeim og færi þarna fjármálaráðuneytið og skipar mann sem var nú ekki eða varla á lista hjá Viðreisn í kosningabaráttunni. Sem segir manni að hún væntanlega hefur einhvað að segja hvað hann gerir í því hlutverki. Heldur að hann vararáðherra eins og einhverju segja? Eða aðstoðarráðherra? Ég hugsa að hún mun vilja hafa skoðun á því sem hann gerir. Og hann auðvitað hefur sínar skoðanir sem að falla nú ekki allar að stefnu nýju ríkisstjórnarinnar. En ég ætla að veðja á að þær skoðanir muni þurfa að lúta í lægrahaldi. Það er þetta að vísa meðal annars í afstöðans til strandveiðanna og annað í þeim dúr. Já. En svo fær hún líka dómsmálaráðuneytið sem er nú veigamikið ráðuneyti, ekki síst á þeim tímum sem við lifum núna. Viðreisn hefur talað mjög niður stöðun í útlendingamálum, létu sem að þetta væri ekkert vandamál, þetta væri sjálfleyst og eða þeir sem væru að tala fyrir harðari aðgerðum væru einhvers konar rasistar. Er Þorbjörg Sigríður, nýr dómsmálaráðherra, er hún líklega til þess að taka á þessum vanda sem að við
blasir að ykkar mati? Ég held að þessi ríkisstjórn sé ekki líkleg til að taka á vandanum í samræmi við þessum þarf. Og ég held bara almennt að fólk hafi ekki gert sér grein fyrir umfangi þessa vanda, ekki bara hér á landi, heldur alls staðar á Vesturlöndum, og enn síður kerfið, stjórnkerfið. Stjórnmálamennirnir flestir og stjórnkerfið, ekki síður. Og þetta ástand sérstaklega á Íslandi, þar sem að hlutirnir gerast svo hratt eða þeir fara úr böndunum af því að við erum svo lítil þjóð, kalla á afgerandi viðbrögð og breytta stefnu. Síðasta ríkisstjórn, hún innleiddi 2 lítil útlendingafrumvörp með herkjum eftir 5 tilraunir, en það var ekki til þess að breyta heildarmyndina og takast á við ástandið. Afsakið, ég er búinn að vera með eina af þessum flensum sem hafa verið að ganga. En tilefnið er ærið og við sjáum bara hvað hlutirnir er að breytast fljótt í þessu samfélagi vegna þess að mann hafa mist stjórn á aðstæðum. Og nú er mikil umræða áramótin víða í Evrópu þetta stjórnleysi í þessum samfélögum. En nú er þessi kostnaður sem að ykkur var tíðrætt og hefur verið að hlaðast upp og er enn að hlaðast upp í kerfinu. Jafnvel talað þá 2 milljarða á liðnu ári og þetta verði viðvarandi vandamál. Getur stjórnin annað en að horfst í augu við og tekið á því, ekki síst í ljósi þess að þau eru að tala að stoppa upp í fjármálagatið og annað í þeim dúr? Já, ef hún er alvara með það, þá þarf hún að gera þetta. Það er að segja horfast í augu við þetta ástand. En þessir 20-30 milljarðar í málaflokkin er bara beinn kostnaður. Og ég held að óbeini kostnaðurinn sé töluvert meiri. Áhrifin á heilbrigðiskerfið, menntakerfið, löggæslu, húsnæðismarkaðinn. Það eru umtalsvert meiri áhrif. Þú sást nú bara í fréttum núna í kringum áramótin að það var verið að gera upp árið til dæmis á fasteignamarkaði og talað hversu mikil áhrif Grindavíkur hefði verið að íbúar í Grindavík voru hátt í 3000 og allstór hluti þeirra fór að leita húsnæði annars staðar, ekki allir. Og það bara hafði mjög umtalsverð áhrif á fasteignamarkaðin. En á sama tíma hefðu við á undanförnum árum fleiri verið að flytja hingað til þess að fá hæli heldur nama öllum Grindvíkingum á ári. Þannig að auðvitað hefur þetta áhrif á öllum sviðum samfélagsins og menntakerfið til að mynda ekki nokkuð stakk búið til að takast á við þetta vegna þess að hér höfum við byggt upp kerfi sem var hannað fyrir samfélag eins og var. Samheldið lítið samfélag, einsleitt tiltölulega, en við höfum ekki efni á að kenna á 100 tungumálum í íslenskum grunnskólum. Það er bara ekki raunhæft. Það gerir það engin þjóð. Það gerir það engin þjóð. Enda erum við ennþá að fylgja reglum, ekki bara í þessu heldur sem mörgu öðru, sem að miða við allt annars konar samfélag, miða við að landamærin séu tiltölulega trygg. En svo eiga menn mjög erfitt með að annarkvort laga sig að breytingunum, sem ég heldur reyndar að sé bara ekki hægt, eða þá að viðurkenna vandann og taka á honum. Það er til dæmis í þessu sem ég nefndi varðandi þróuna núna í Evrópu og þess að miklu umræðu í Bretlandi sérstaklega, þar sem að mjög margt er að koma á yfirborðið loksins ráðherramálið, það voru samskonar mál í fjölmörgum borgum í Bretlandi, þar sem að þúsundum á þúsundur ofan stúlkna var nauðgað. Og það var lítið framhjá þessu, ár eftir ár. Það var látið viðgangast. Og svo farið að rannsaka hvernig gat þetta gerst. Þá voru svörin þessi, já við vildum ekki vera sakaðir rasisma. Við vildum ekki fá okkur stempil fordóma. Og þegar að menn treysta sér ekki til að ræða hlutina, þá fer illa. Svíjar áttuðu sig nú á þessu heldur seint, eftir að hafa jafnvel bannað tölfræði þessi mál, lengi vel. Að allt í einu eru fleiri sprengjuárásir í Svíþjóð í flestum löndum, fleiri en í öllum öðrum Evrópulöndum nema auðvitað Úkraínu þar sem er stríð. Nauðganir tíðastar í Svíþjóð. Þetta er stjórnlaust ástand. Algjörlega stjórnlaust ástand og gríðarlegt áhyggjefni fyrir Vesturlönd og fyrir okkur líka. Og við sjáum þessa þróun
hafna hér en við sjáum ekki viðbröðin sem þetta kallar á. Þessi mál verða, gerir ég ráð fyrir, í fókus hjá ykkur, en það annað sem maður tók eftir í kosningabaráttunni þegar leiðtogarnir og meðal annars þú komið hér, að það voru margir flokkar sammála það að hefja niðurskurð á ríkisbákninu, að það væru mikil tækifæri til þess að draga úr umsvifum þess með einum eða öðrum hætti. Það á við Viðreisn, flokkur fólksins gerir það einhverju leyti líka og svo auðvitað þið, Sjálfstæðisflokkur, Samfylkingin minna. Núna hefur forsætisráðherra boðaði það í nýárs eða gamlárs ávarpi sínu að það yrði farið í víðtækt samráð við almenning á Íslandi það hvernig ætti að skera niður hjá ríkinu. Nú búið að opna fyrir þetta í samráðsgátt sem að verður hægt að kalla flóðgátt miðað við allar þær tillögur sem að berast þar. Hvernig líst þér á þetta? Ekki í sjálfsögur ágætt að efna til samtals við þjóðinu það hvar fólk reiðubúið til þess að láta niðurskurðarhnífinn á loft? Jú, en auðvitað þetta fyrst og fremst útspil hjá nýrri ríkisstjórn. Heldur það ætla að fara eftir öllum þessum tillögum eða muni gera mikið með þær. Ég ekki viss það, en ég hvet samt fólk til þess að skila inn sínum ábendingum og hafa þær opnar. Þannig að það geti allir lesið hvað verið að senda þarna inn og leggja til. Það gerir það erfiðara fyrir þær að líta framhjá því. Við gerðum nú einhver svipað 2019 held ég að verið, en voru þá í stjórnarandstöðu og kölluðum eftir svona sögum og ábendingum og eigum ennþá nokkrar möppur eftir það, en á meðan við vorum að vinna úr því þá hófst COVID og pólitíkin datt úr sambandi, en þetta verður þó nýst okkur svona í umræðunni og hefði getað nýst ef við hefðum verið í ríkisstjórn, en við erum það ekki. En fyrir nýja ríkisstjórn, meirihluta, að kalla eftir þessu og spyrja hvaða stefnu eigum við að hafa, hvernig eigum við að gera þetta, það finnst mér nú aðalega vera til marks að þau hafi ekki verið tilbúin, svo var þetta áðan varðandi stefnuyfirlýsinguna og sé að leita eftir leiðsögn og þó ég ekki viss að, eins og ég nefndi, að þær muni fylgja þessari leiðsögn. Jú, kannski pikk út einhvað sem að hendar þeirra afstöðu eins og hún var fyrir, en mun þetta breyta einhverjum stefnu ríkisstjórnarinnar eða þeirra sem hana mynda? Það ljóst að alvöru niðurskurður í hinu opinbera mun ekki eiga sér stað utan velferðarkerfisins, heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins. Þessir flokkar þeir líklegir til að taka þátt í aðgerðum sem miða því að fækka ríkisstarfsmönnum, svo dæmi sé tekið? Það finnst mér afskaplega ólíklegt og þó var það nú kannski öllum fyrir bestu að ná hagræðingu á öllum þessum sviðum og þar með talið fólkinu sem að svo vinnur á þessum sviðum til framtíðar, sem að getur þá haft meiri tækifæri til þess að vinna sig upp í launum eða stöðu og sanna sig, fengið að njóta betur góðs af því að leggja eitthvað á sig og gera vel. En þessi ríkisstjórn, kerfisstjórn, tala ekki með samfylkinguna þarna innanborðs eða Viðreisn sem komið á jafnlaunavottunum og allt þetta rugl. Hún ekki líkleg til þess að rugga þessum báti. Og þess vegna myndi ég nú ráðleggja þeim, ef þær spyrðu, að sé þeim alvara með hagræðingu í ríkisrekstrinum sem hún nauðsynleg, bæði til þess að bæta þjónustuna og það sem fólk fær fyrir skattfé og til þess að taka á fjármálum ríkisins. Og myndi ég ráðleggja þeim að gera það sem ég lagði nú til í þætti hérna hjá þér fyrir kosningar, að fá utanaðkomandi menn til þess að kafa ofan í þetta. Þær geta látið þá fá möppurnar eftir þessa hugmyndaleit, en ef menn ætla að ná raunverulegum árangri því að spara í svona stórum kerfum, þá þurfa þær að hafa aðgang að upplýsingum allt hvernig þau eru rekin. En ef að þessir forystumenn sem hafa setið á þingi, Þorgerður Katrín síðan 99 með smá hléi, Kristrún Frostadóttir síðasta kjörtímabilið, Inga Sæland sömuleiðis, ef að þær vita ekki hvernig á að skera niður ríkiskerfinu sem að þær hafa verið með puttan í öll þessi ár, hvernig ósköpunum á almúginn sem að kallaður til samráðs að vita það hvernig það á að gerast? Það ekki hægt að ætlast til þess
Eða utanaðkomandi aðilar. Akkur ættu þeir að vita þetta betur heldur en þessar ágætu konur eða embættismenn þeirra? Já, sko, fyrst varðandi almenning. Ég finnst ekkert að því að almenningur bendi á sko, einhvað það sem hann sér sóun eða einhvað sem betur megi fara eða komum bara með almenn sparnaðaráð eins og ég sé að margir hafa gert þarna, að taka útlendingamálunum og slíkt. Það alveg rétt að það að gera það, svo fórum yfir á hann. En varðandi þessa utanaðkomandi hagræðingar stjóra, hagræðingar keisara kallaði það daginn að amerískum hætti, þá þurfa þeir náttúrulega aðgang að kerfinu, að öllum upplýsingum, verið í aðstöðu til að kalla eftir upplýsingum allt. Og þeir þurfa í rauninni, ég veit ekki hvort er ólangt gengið að kalla það uppljóstrara, því að það er fullt af fólki innan kerfisins. Og ég er nú kannski segur það að tala ómikið kerfið sem eina heild. En innan stjórnkerfisins, innan embættismannakerfisins til að mynda, alveg fullt af fólki sem markvert hefur til dæmis haft samband við mig og okkur sem að bara misbýður hvernig haldið á hlutunum og gætu gjarnan viljað koma á framfæri ábendingum hvað betur mætti fara. Ég las nú hér í inngangi ábendingu frá fyrir starfsmanni Vegagerðarinnar frá 2021 sem var á því sem það kallar vitasviðið eða vitadeild. Þar hann að benda á það sem að maður myndi ætla að væru einfallega hegningalega brot. Endar þetta ekki bara með einhvers konar nornaveiðum út allt kerfið ef að menn verða jafn bersögulir og þessi ágæti maður? Þetta nú kannski það sem við að búast þegar að sóst eftir svona sögum. Það nægir nú bara að lesa athugasemdir á samfélagsmiðlum til að gera sér einhvern hátt í hugarlund hvers að vænta þegar þetta opnað með þessum hætti. En ég á nú ekki von á því að þetta muni leiða til sakamála rannsókna. Hins vegar mjög mikilvægt að þeir sem að halda utan þetta séu, eins og ég nefni, utan kerfisins og hafi aðgang að öllum upplýsingum sem þau þurfa til þess að ná heildarmyndinni. Vegna þess að það er eðli kerfisins að verja sig sjálft. Og nú ég bara aftur að tala kerfið í heild, svona megin línurnar þar. Og ekki bara á Íslandi, heldur bara almennt. Kerfið ver sig og vill stækka. Það er bara eðli þess. Og það vill meiri penning og það vill meira rými og fleira fólk. Og þá getur verið erfitt fyrir ríkisstjórn, stjórnmálamenn að beita einhverjum sem að starfa innan þessa sama kerfis til þess að taka á því. Og þess vegna held ég að væri mjög mikilvægt að fá einhverju utanaðkomandi í þessa vinnu með þeim. Nú spyr ég, að því að þú stillir núna saman strengi við aðra í stjórnarandstöðunni, gerir ég ráð fyrir á næstu vikum. Nú hafa ráðherrar sýnt á spilin, Eyjólfur Ármannsson hefur augljóslega, ég leyfi mér að segja, selt sálu sína. Hann hefur fyrir örfáum viku sagt að bókun 35 væri stjórnarskrárbrot, en hann segir ég læt ekki steita á slíku við það halda þessa stjórn saman. Já. Fyrst að menn sýna svona afgerandi á spilin og segja stjórnarskrárbrot mun ekki breyta neinu varðandi okkar samstarf, verður nokkur leið fyrir ykkur til að reka fleyg á milli manna eða gera þessa stjórn nokkur skráfið? Já, sko viljinn víða til að hverfa frá kosningaloforðum og fyrirheitum undanfarinna ára og stefnu, hann er augljós. Og ég held að viðbrögð þeirra, og það hvort þau haldi þessu bara áfram og láti sér fátt finnast þegar þau eru gagnrýnd, muni velta á því hvort kjósendur láti bjóða sér þetta. Ef að þeir sýna að þeir sættist ekki við svona framgöngu stjórnmálamanna, þá fara þeir að hafa áhyggjur. Hvernig sýnir almenningur það? Til dæmis í skoðanakönnunum, og mér sé nú tíðrætt að það er ekki að elta skoðanakannanir, en ýmsir flokkar stjórnmálamenn gera það. Og það verður ekki þægilegt
ef að til dæmis kannan fara að sýna það að menn séu að refsa kjósendur, séu að refsa fyrir það að stefnumál séu svikin. Sjáum við til dæmis bara yfirlýsingar Ingu Sæland eftir kosningar að hún þurfi ekki að standa við neitt að því hún fekk ekki 51%. Ef hann hefði fengið 51% þá hefði hún gert þetta allt saman. Það var aldrei flokkur á Íslandi fengið 51%, hvað þá meira en það. Og það hefur aldrei nokkur maður held ég skilið kosningaloforð þannig að það stæði ekki til að standa við þau nema viðkomandi fengi hreinan meirihluta. En svo þessu bara hent fram svona eftir kosningar sem heildar afsökun fyrir því að þurfa ekki að standa við neitt. Og nýji samgönguráðherra sem þú nefndir, búinn að árum saman að tala um mikilvægi fullveldis og vara við þessari bókun 35 sem stangast á við stjórnarskrá. Tilkynnir það, eiginlega bara svona nánast upp úr þurru í viðtali að hann muni sannarlega samþykkja þetta. Og svo kemur fram í framhaldinu að hann viti ekkert hvort að þetta mál hafi yfir höfuð verið rætt í stjórnarmyndunarviðræðum. Þannig að hann var tilbúinn að fórna þessu án þess að vita hvort til þess væri ætlast á honum. Hann bara gerði ráð fyrir því. Þannig að menn eru svo glaðir að vera loksins orðnir ráðherrar að þeir eru farnir að færa fórnina án þess að vera beðnir um það. Og svo þetta, að held ég þriðja viðtalinu, að þetta vissulega stangaðist það við stjórnarskrá. En hann ætlaði samt að styðja þetta eða sitja hjá. Hann er búinn að gleyma eistafnum sem hann undirritaði þegar hann var þingmaður tryggðu við stjórnarskrána. Mér sýnist allt stefna í að þetta geti orðið heilmikið bíó. Á hvaða sviðum heldur helst, hvernig myndir þú teikna upp árið og ég spyr vegna þess að nú fjárlaga vinnunni auðvitað lokið. Kristrún hefur sjálf sagt að þau séu bundið alltaf þeim ramma, manni finnst eins og að menn kaupi sér dálítinn tíma út frá því. Eitthvað í sjóndeildarhingin sem að bendi til þess að það muni reyna á þau? Fara þau ekki bara af stað við að taka skóflustungu að Sundabrautinni hvorum megin við fjörðinn og þar fram til göttunum? Þau geta gert það, vissulega. Menn voru nú farnir að taka skóflustungur að ýmsu fyrir kosningar. Dagana fyrir kosningar? Já, hlutum sem var ekki búið að hanna og opna einhver rými og meðferð sem heimili? ekki verið að opna enn. Já, einmitt. Þannig að eflaust geta þau tekið upp á slíku og það er alveg rétt sem hann segir að það hafa ákveðið skjól í því að fjárlaga frumvarpið skyldi vera klárað fyrir kosningar. Þannig að þetta verður kannski fyrst snúið þegar það kemur að fjárlögum næsta árs, 2026. En í millitíðinni verða tekin fyrir málin þeirra þegar þau loksins birtast í málefnaskrá ríkisstjórnarinnar sem hún þarf að leggja fram við þingsetningu og ég hlakka til að sjá það. Það verður áhugavert og þau mál verða öll kröfin og rædd í þinginu. Þau hafa sagt að strandveiðarnar séu forgangsmál, önnur forgangsmál hljóta að vera að keyra orkuframleiðslunni í gang, ekki rétt? Jú. Evrópumálun ekki forgangsmál? Það vegna þess að það stendur til að smygla Evrópumálunum í gegn. Jafnt og þétt búa til einhverja umræðu og þau eru náttúrulega byrjuð á því með svona að tala með einhver. Það er ekki lýðræðislegt að lega fólki ákveða hvort við ætlum að klára viðræðurnar og sjá hvað í pakkanum. Aftur enn á ný þetta sama. Þetta er orðið algjörlega óþolandi. Ég hef nú kallað þetta mestu ósannindi íslenskra stjórnmálaumræðu á 21. öldinni. Það að halda því fram að það sé til einhvað sem heitir samningaviðræður við Evrópusambandið. Og það sé bara að gera, að kanna hvað í boði. Og þetta er svo pirrandi því að ég man náttúrulega mjög vel eftir ferlinu þegar það var sótt síðast og Evrópusambandið sjálft reyndi ítrekað að útskýra fyrir íslenskum stjórnvöldum það er ekkert spurning að kanna neitt. Það liggur fyrir hvað í boði.
þið eruð hér að reyna að sýna okkur hvernig þið ætlið að uppfylla kröfur Evrópusambandsins. En þau ætla þá að láta kjósa í síðasta lagi 2027 og ef að þjóðin samþykkir það, þá erum við bara á hraðferð inn í Evrópusambandið, er það ekki rétt? Já, ef svo atkvæðagreiðsla fer fram og meiri hluti styður það, þá bara kerfið komið á sína braut og þá verður nánast ekkert hægt að gera til að koma í veg fyrir inngöngu Íslands, sama hvað kemur í ljós. Og sama þá Evrópusambandið byrja að detta í sundur eða haldi áfram að detta í sundur í millitíðinni, að þegar að kerfið er komið á sína braut, þá heldur það áfram að þeirri braut. Ég nota oft dæmið Landspítalann til að lýsa þessu. Það gátu allir vitað, áður en að fyrsta skóflustungar var tekin að nýja Landspítalanum á umferðareyjunum við Hringbraut, að þetta væri í vonlaus ákvörðun. Þetta yrði einhvað algjört bákn þarna, hentugt á hinni ýmsa hátt og væri miklu betra að byggja bara nýtt glæsilegt sjúkrahús, gera það hratt og vel á nýjum stað. Og maður ræddi við þingmenn sem sagði, auðvitað er þetta tóm vitleysa. En það er bara búið að eyða svo miklum tíma í undirbúa þetta. Við verðum að klára það. Þetta var alltaf svarið. Það er búið að eyða svo miklum tíma og peningum í að undirbúa vitleysuna að við verðum að klára það. Og þannig verður það með Evrópusambandið ef því er hleypt í gegnum þessa atkvæðagreiðslu og það næst meiri hluti þar sem verður reynt að tryggja með brögðum með því að halda fram hlutum eins og ég nefndi hérna á hann. Með það takast? Nei, við ætlum okkur að koma í veg fyrir það. Það er ekki hvað síst þess vegna sem að þessi stjórnarandstaða er mjög mikilvæg núna. En hvaða áhrif hefur það eða afleiðingar ef að atkvæðagreiðslan fer fram 2027 og þjóðin segir nei, við höfum ekki aðildarviðræður, halda með þá bara áfram með sinn dag eins og ekkert hafi í skorist? Já, það verður einhver smá hlýja og umræða þetta, en þetta er bara eins og í atkvæðagreiðslum innan ESB. Ef það fæst ekki rétt niðurstaða, þá er bara kosið aftur. Og hugsaðir öll leiðindin sem að munu fylgja þessu á meðan við ættum að vera að nýta tækifæri Ísland sem eru miklu meiri en Evrópusambandsins. Evrópusambandið er bara í krísu og hnignunar skeið í Evrópu. Það virðist allir vera sammála það? Hvað segirðu? Það virðist allir vera sammála það? Já, allir nema Viðreisn og hugsanlega Samfylkingin. Þó að Kristrún hafi náð árangri fyrir Samfylkinguna með því að kveikja á perunum með að Evrópusambandið væri nú kannski ekki aðalmálið núna. Sjáðu bara stöðuna í Þýskalandi og hnignun þýsks iðnaðar og efnahags og fleiri landa þarna. Þetta er ekkert að ganga upp, þetta dæmi. Og það segja þeir sjálfir. Mario Draghi með sína stóru skýrslu stöðu Evrópusambandsins sem bara segir að það sé að liðast í sundur. En já, þá ætla ný ríkisstjórn á Íslandi að steypa samfélagsumræðunni hér í stríð það hvort að við eigum að tjóður okkur við þetta sökkvandi skip. Og þeir sem fylgdust með Brexit umræðunni geta gert sér kannski einhvern veginn í hugarlund hversu erfitt tímabil þetta verður. Þar var þetta ekki bara erfitt fyrir, kannski miklu frekar erfitt eftir að niðurstaðan lá fyrir. Þá var einmitt farið í það að reyna að vinda ofan af henni og öllum ráðum beitt í því og eintóm leiðindi ár eftir ár í bresku samfélagi og stjórnmálum eftir að almenningur ákvað að fara úr ESB. Og sama getur orðið hér í aðdragandanum og eftir þess atkvæðagreiðslu. Þannig að mér finnst þetta mikil tímasóun og áhuggefni þegar við höfum að vera að nýta þau miklu tækifæri sem þetta land hefur. Hvert verður stærsta verkefni þitt sem eins þriggja eða tveggja leiðtoga stjórnarandstöðunnar fram á vorið þegar þingið verður sent í sumarfrí? Það kemur kannski ekki ljós fyrir en að stefnuskrá ríkisstjórnarinnar, málaskrá ríkisstjórnarinnar birtist. Ég myndi þá halda að það verði bara að halda þeim við efni með góð mál og svo verður eitt og annað sem þarf að berjast gegn og stoppa. En ég vona bara að fólk muni nýta á innihaldið í þeirri umræðu. Því það eru svo mörg mál sem að
þing tekur afstöðu til og margir stjórnmálamenn bara jafnvel út á yfirskriftina, heiti frumvarpsins. Jafnlaunavottunin var eitt dæmi það. Mál sem að var algjörlega galið, ég rakti þá nú í ítarlegri grein á sínum tíma, það var ótrúlega atburðarás sem leiddi til þess að það var keyrt í gegnum þingið. Annars svona mál, það sem allir gátu gefið sér fyrirfram að þetta myndi ekki virka. En af því að Viðreisn þá þurfti á því að halda að klára mál sem tengdist jafnrétti, hét eitthvað sem tengdist jafnrétti, jafnlaunavottun, þá er það keyrt í gegn. Og ég óttast slík mál frá þessari ríkisstjórn. Ég veit ekki hvort hún verður alveg eins og vók og svo síðasta, ég vona ekki. Það var mest vók ríkisstjórn Íslandssögunnar. Gamla vinstristjórnin 9-13 var bara þriðasætinu. Næst mest vók ríkisstjórnin var þessi skamlifa með Sjálfstæðisflokki, Viðreisn og Bjartri framtíð. En allavega, þá eru mikil merki það innan allavega tveggja þessara flokka að þar sé svona yfirborðsmennska, umbúðamennska og vókið, réttrúnaðurinn, dálítið sterkur og flokkur fólksins hefur sýnt það að hann lætur sig hafa bara hvað sem þarf, hafandi ekki náð 51% atkvæða. Þannig að það getur orðið einhver slík mál, svona samfélagsmál, þar sem að einhver þarf að þora að segja hlutin eins og þeir eru. Sem að mun reyna á. Já. Við fáum að fylgjast með því og við köllum þig og flokksfélagið þína hér til jafns við aðra flokksforkólfa á komandi misserum. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þakka fyrir að koma og brjóta ísinn á árinu með okkur. Já, takk fyrir afsakið hóstana, þannig nú fer ég bara heim og fá mér te. Já, það þýðir ekki annað, ekki þegar mennum með flensu. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan fyrsta þátt ársins. Ég vonast þess að fá hingað í næstu viku Dóru Björk Guðjónsdóttur hjá borginni sem að fer fyrir skipulagsmálunum. Við langar óskaplega mikið til að ræða við hana einmitt þau mál og sérstaklega uppákomuna með stóru grænu skemmuna upp í Árskógum. Það hefur ekki tekist að finna hentugan tíma en vonandi er næsta vika hentug fyrir alla aðila í þeim efnum. Góða helgi.